Komið sæl og velkomin í þessa beinu útsendingu frá brautskráningu Háskólans á Akureyri. En áður en þetta fer allt af stað, þá hingað komin rektor Háskólans, Eyjólfur Guðmundsson. Eyjólfur, hvað þér efst í huga á þessum tímamótum? Bara gríðarlega spenntur. Það alltaf gaman að útskrifa eða brautskrá fólk frá skólanum. En þessu sinni stendur kannski mest upp úr sá gríðarlega árangur sem að skólan hefur náð á síðasta ári. Segðu okkur aðeins frá honum. Já, til dæmis að þá erum við núna með staðfesta vottun frá gæðaráði háskólana það að skólinn standist þær kröfur sem settar eru fram starfsemi háskóla á Íslandi. Það var mikill áfangi fyrir okkur að ná því á síðasta ári og var kynnt hér við háskólan í september síðastliðnum. Nú síðan endaði skólaári með því að við erum með mestu aðsókn á skólanum frá upphafi og með gríðarlega aukningu á milli ára sem við þökkum því góða starfi sem hefur átt sér stað hér núna síðustu misserin, ekki bara síðast árið, heldur síðustu misserin og þá staðreynd að nemendur eru mjög ánægðir í náminu og kynna skólan vel. Og þessi hópur sem að útskrifast hérna í dag, hann mjög fjölbreyttur, geturðu sagt mér aðeins frá honum? Já, þetta stór hópur, 328 nemendur. Við útskrifum á 3 sviðum, viðskipta og raunvísindasviði, félags- og hugvísindasviði og síðan á heilbrigðisvísindasviði. Það mjög áhært að skoða tölutildum sem kynjahlutfall á viðskipta- og auðlindasviðinu. Raunvísindasviðinu, þar erum við með 45% konur sem útskrifast og 55% karla. Á heilbrigðisvísindasviðinu sem kannski kemur fólki ekki óvart að það 95% konur og 5% karla sem útskrifast þar. Og nú fara allir í sumarfrí en að því loknu tekum við nýtt skólaár, eitthvað nýtt í vændum? Það alltaf eitthvað nýtt í vændum og við erum búin að vera að hefja undirbúning að geta byrjað tölvunarfræðinám hér við skólan næsta haust í samvinnu við Háskólann í Reykjavík. Það gengur mjög vel að fá umsóknir inn í það nám og mun fara á fullt núna í haust. Síðan stöndum við náttúrulega frammi fyrir eins og ávallt að þurfa að reka stofnunina innan þeirra fjárlagaramma sem við höfum og eru mjög þröngir. Þannig að það verður eitt stærsta verkefni næsta árs að reyna að bæta þar úr og reyna að ná skilningi stjórnvalda til þess að unnt sé að styrkja hér við stofnunina sem að í sífelldum vexti þrátt fyrir þröngan ramma. Og þið hafið nýverið sótt það með formlegum hætti að mega vera hér með doktorsnám. Þannig að hver veit nema, þið munu einhvern tímann útskrifa hérna doktorsnema eða hvað? Það stefnan. Við erum nýbúin að senda það inn eins og kemur fram og það fer þá í tiltekið ferli innan ráðuneytisins sem að skilgreint samkvæmt lögum. Við vitum ekki hvað það tekur langan tíma en það mun taka einhverja mánuði áður en við fáum niðurstöðu á því sviði. En það væri mjög gaman að eftir 5 ár héðan í frá að geta útskrifað doktorsnema frá háskólanum á Akureyri. En staðreyndin svo að við erum nú þegar að leiðbeina doktorsnemum sem í námi við aðra háskóla. Þannig að í raun og veru hefur nám hér með doktorsnemum hafist fyrir þó nokkuð mörgum misserum síðan. Og 328 manns útskrifast hér í dag. Þakka kærlega fyrir þetta, Eyjólfur, og gleðilega hátíð. Takk fyrir kærlega. Þá skiptum við yfir í hátíðarsal Háskólans.
Vigdís Finnbogadóttir, rektor, kandídatar, ágæta samstarfsfólk og aðri góði gestir. Ég heiti Kristín Ágústsdóttir. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri býð ég ykkur hjartalega velkomin á Háskólahátíð 2015. Verið hjartalega velkomin heim til okkar. Það var Hornaflokkurinn sem tók á móti gestum hérna frammi og var einnig hérna á sviðinu. Og flokkurinn skipaður þeim Kjartani Ólafssyni, Atla Sigurðssyni, Helga Þorbirni Svavarsyni og Ellu Völu Ármannsdóttur. Kæru gestir, ég bið ykkur að slökkva á farsímum og bendi ykkur á að þessi athöfn send út beint á N4. Dagskrá hátíðarinnar í ár hefst á því að Eyjólfur Guðmundsson, rektor Háskólans á Akureyri, heldur ræðu. Að svo mæltu lýsi ég Háskólahátíð árið 2015 setta. Frú Vigdís Finnbogadóttir, bæjarstjóri, þingmenn, kandídatar, samstarfsfólk, gestir, bæði nær og fjær. Innilega velkomin á Háskólahátíð 2015 hér við Háskólan á Akureyri, sem að þessu sinni eins og kom fram áðan bæði send út á netinu og í sjónvarpi. Háskólinn með öfluga fjarkennslu sem nær allt land og ekki eiga allir fjölskyldumeðlimir heimagengt. Við erum því afar ánægð að geta boðið kandídatum og fjölskyldum þeirra upp á þessa þjónustu. Ásamt því sem þetta auðveldar okkur að halda hátíðina hér í skólanum okkar. Að þessu sinni brautskrást 328 kandídatar af 3 fræðasviðum og 22 meginnámsleiðum. Með bakkalárgráðu útskrifast 229 og 99 útskrifast úr framhaldsnámi. Þá eru 80% kandídata konur og 20% karlar. Sem mjög vel við hæfi nú á ári 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna. Það mjög vel við hæfi að konur séu fararbroddi menntunar. Yfirstandandi skólaár hefur verið viðburðaríkt og aðgerðir sem hafa verið í undirbúningum langt skeið hafa komið til framkvæmda ásamt ýmsum áhugaverðum nýmælum. Sem dæmi nýmæli vil ég nefna vísindaskóla unga fólksins sem verður settur í fyrsta sinn nú í júnímánuði og jafnframt nýtt nám í fjölmiðlafræði og tölvunarfræði sem fer fram í samvinnu við aðra háskóla hér á landi. Aukið samstarf háskóla við bæði innlendar og erlendar stofnanir lykillinn að því að unnt sé að bjóða upp á fjölbreyttara nám hér við Háskólan á Akureyri. Og á sama tíma getur skólinn þá styrkt sig á sínum sérsviðum og í sínum rannsóknum. Ég tel því að stjórnvöld eigi að fara sér hægt í sameiningarmálum háskóla, en vinna frekar að því að skapa háskólum landsins öllum sameiginlegt umhverfi og gagnsætt, þannig að þeir sjáu tækifærin í samþættingu náms og rannsókna með fjárhagslegt jafnræði á milli stofnana að leiðarljósi. Rannsóknir á vegum samtaka háskóla í Evrópu hafa einmitt sýnt að þegar stofnanirnar sjálfar fá tækifæri til að ræða saman mesta líkur á öflugri samvinnu í öllu háskólastarfi. Annar merkur viðburður fyrir háskólan var þegar lokið var umsókn til menntamálaráðuneytisins heimild til doktorsnám við Háskólan á Akureyri. Að ræða langt ferli sem hófst árið 2011 með stefnumótun háskólans fyrir árin 2012 til 2017 og því enn í gangi. Í heimi sem sífellt verður flóknari og þar sem viðfangsefnin krefjast nýrra lausna rannsóknartengt nám grundvallaratriði. Íslenskt samfélag stendur frammi fyrir stórum spurningum áhrif hnattrænnar hlýnunar á land og þjóð, en ekki síður siðferðislegum og efnahagslegum spurningum stefnu í nýtingu og framleiðslu jarðefnaeldsneytis, þróun ferðaþjónustu og uppbyggingu sjálfbærs samfélags. Það ljóst að ekki munu fást einhlít svör við þessum spurningum
og því nauðsynlegt að fleiri en ein stofnun hér á landi hafi tækifæri til þess að fjalla þessi málefni á doktorstigi. Það íslensku samfélagi öllu til framdráttar að Háskólinn á Akureyri fái heimild til doktorsnám á sínum sérsviðum. Það hefur sýnt sig að fjárfesting í Háskólanum á Akureyri hefur skilað sér í hærra menntunarstigi í öllum landsbyggðum og báðum borgum landsins. Það því góður kostur og skynsamlegt fyrir íslensk stjórnvöld að fjárfesta enn frekar í skólanum nú þegar að bjartari tímar eru framundan í fjármálum ríkisins. Háskólinn á Akureyri heldur áfram að vaxa og dafna og nú í haust metaðsókn í nám við skólann. Aukin aðsókn, formleg staðfesting gæðarans háskólana á akademískum gæðum og námsumhverfi skólans og góður rekstur innan fjárlaga ramma eru allt þættir sem stuðla að því að Háskólinn á Akureyri, þriðji stærsti háskólinn á landinu, ein af öflugustu menntastofnunum landsins og af því, kæru kandidatar, getið þið verið stolt því að þið eigið stóran þátt í að byggja upp það orðspor. En slíkt væri ekki hægt líka nema fyrir ötula vinnu samhent starfsfólks sem leggur hart að sér við að efla háskólasamfélagið og fyrir það ber að þakka. Sérstaklega nú, þar sem nú láta störfum vegna aldurs 3 einstaklingar. Þeir eru Helgi Már Bergs, lektor í þjóðhagfræði við viðskiptadeild, en hann hóf störf við skólann árið 1991 fyrir rétt tæpum 25 árum síðan, sem segir okkur svolítið það hversu gamall skólinn sem slíkur orðinn. Kristín Aðalsteinsdóttir, prófessor við kennardeild, lét af störfu síðastlið haust, en hún hefur starfað við skólann í rúmlega 20 ár. Og Rósa K. Júlíusdóttir, lektor í myndlist við kennardeild, lætur að störfum á loknum þessu vormisseri, en hún hefur starfað við skólann í 12 ár. Ég vil þakka þessum einstaklingum sérstaklega fyrir þeirra góða og mikla framlag til uppbyggingar og eflingu skólans á síðustu áratugum. Það komið ykkur, kæru kandidatar. Dagurinn í dag góðu dagur. Þetta ykkar dagur. Á tímamótum sem þessum getur verið gott að líta örsnögt öxl, með stolti yfir góðum árangrum og ánægju með að nú hafið lokið tilteknum áfanga. En það þó mikilvægra að líta fram á veginn og hugsa það hvernig þið ætlið að nýta þessa þekkingu, þessa hæfni og þessa færni sem þið hafið nú aflað ykkur. Hvernig þið ætlið að nýta þekkinguna til að bæta ykkur sjálf, en ekki síður til þess að bæta samfélag ykkar. Við erum öll hluti af mörgum samfélagum, bæði í raunheimum sem og í netheimum. Og við berum ábyrgð á því hvernig þessi samfélag þróast. Og ef við, hvert og eitt okkar, tökum ekki alvarlega þá ábyrgð, þá mun ekkert breytast. Það verða engar framfarir. Þið eru nú fullgildir meðlimir háskólasamfélagsins og þar af leiðandi rík skylda á ykkur að virða einnig grundvallar gildi þess samfélags. Gagnrýna hugsun, virðingu við lýðræðið og stöðuga leit að nýrri þekkingu. Eins og við lesum á í háskólapælingum Páls Skúlasonar sem hvatti okkur allt og snemma á nýliðinu vori. Og nú þegar að þið velti fyrir ykkur framtíðinni ekki laust við að mig fari ákveðin ótti. Ótti að það ósætti sem ríkir í íslensku samfélagi hafi neikvæð áhrif á það hvernig þið sjáið framtíðina fyrir ykkur. Og það vissulega margt sem á betur fara í okkar samfélagi og það margt sem hægt að bæta. Staðreyndin sú að landið ríkt. Ríkt af auðlindum sem mörg önnur lönd líða skort á. Og nú náttúran sjálf eins og hún stendur ein og sér orðin ein verðmætasta eign okkar og skapar okkur jafnvel meiri gjaldeyri
í gegnum ferðaþjónustu en aðrar náttúru auðlindir. En við eigum jafnframt ómæld verðmæti í sögu okkar og menningu. Sameiginlegu sagnaarfur hefur eins mikill stuðningur í þróun hugverkaiðnaðar hér á landi. Þannig að í dag er svo auðlind sem hefur mesta möguleika til að vaxa mannauðurinn sjálfur, þið sjálf. Því í mannauðnum býr hugvitið sem skapar hugbúnað, kvikmyndir, tónlist, bókmenntir og þekkingu á því hvernig við best nýtum okkar hefðbundnu auðlindir. Tækifærin fyrir ykkur eru því fjölbreytt og spennandi og nú er vissulega að koma að því að vitið verði í raunverulega askana látið. Góðir áheyrendur nær og fjær. Mikilvægasta verkefni fyrir okkur öll er að efla og þróa lýðræðið og lýðræðislega hugsun. Því lýðræðið er hornsteinninn að þeim miklu framförum sem orðið hafa í samfélögum hins vestræna heims. Og við sjáum að þar sem lýðræðið fær að njóta sín best er hagsældin mest. Í næstu viku eru 100 ár síðan konur öðluðust kosningarétt hér á landi og eru það tímamót sem ber að fagna. Háskólasamfélag á Akureyri hefur tekið þátt í að minnast þessara tímamóta með ráðstefnum og málstofum og mun nú í haust standa fyrir fleiri viðburðum. Áhugaverður viðburður sem haldinn verður í september í samvinnu við rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum ber heitið Margar myndir ömmu og er hluti af fyrirlestarröð sem segir sögu kvenna í lok 19. aldar og byrjun þeirra 20. Í því samhengi hugsa ég til langömmu minnar, Ingibjargar Ögmundsdóttur, símstjóra eins og þá hét. Hún fæddist árið 1895. Sem ungur drengur þekkti ég lítið til hennar og sótti fyrst og fremst í spjall og spil. En það var ekki fyrir mörgum árum síðar sem ég uppgötvaði hvílíkur kvenskurungur hún hafði verið. Þegar að þessi kjarkaða og kraftmikla kona sem tókst á við erfiðleika lífsins með miklu æðruleysi, þegar hún fæddist, þá höfðu konur ekki kosningarétt. Þegar hún varð 18 ára, þá hafði hún ekki kosningarétt. Hún fekk ekki heldur kosningarétt 25 ára. Það er erfitt til þess að hugsa að manneskjur sem við þekktum og litum upp til sem sterkra og góðra fyrirmynda skuli hafi verið svo vanmetnar af sínu eigin samfélagi að þær máttu ekki taka þátt í að skapa framtíð þess með þáttöku í almennum kosningum. En tímarnir breytast sem betur fer. Því það var 65 árum síðar eftir að konur fengu kosningarétt sem Íslendingar kusu sér leiðtoga sem stóð sem sameiningartákn fyrir þjóðina alla 2 áratuga skeið. Og já, sá leiðtogi var jafnframt fyrsti lýðræðislegi kjörni kvenforsetinn í heiminum öllum. Það er okkur mikill heiður að fyrrverandi forseti Íslands, frú Vigdís Finnbogadóttir, skuli ávarpa háskólahátíð hér síðar í dag. Þannig að þjóðfélag hefur svo sannarlega þróast til betri áttar. Og með síaukinni þáttöku kvenna á öllum stigum samfélagsins höfum við komist nær jafnrétti og réttlæti. Og í því samhengi vil ég gjarnan að þið horfið mér á hægri hönd. En þó svo að Ísland sé land sem hvað lengst hefur náð á sviði jafnréttis kynjanna, þá þýðir það ekki að fullu jafnrétti hafi verið náð. Það er því verkefni okkar allra að halda áfram að þeirri braut og uppræta mismunun. Og það gerum við einungis með að taka sjálf virkan þátt í að bæta okkar samfélag og nýta okkar lýðræðislega kosningarétt. Strákar, jafnrétti er líka okkar mál. Ágætu kandidatar. Nútíma samfélag eru alþjóðleg í eðli sínu og því mikilvægt að við sem einstaklingar víkkum út sjóndeildarhring okkar. Víkkum hann út með því að kynnast nýjum heimum, nýrri menningu og öðrum siðum. Fjölbreytt og fjölþætt menning er hverju samfélagi lífsnauðsynleg á sama hátt og það er okkur nauðsynlegt að skilja okkar eigin menningararf. Best er þegar tekst að blanda þessu tvennu saman, eða tekst að blanda saman mismunandi heimum til þess að skapa eitthvað alveg nýtt, eitthvað alveg einstakt.
Ég mun seint geta lýst í orðum þeirri stórkostlegu upplifun sem ég var fyrir þegar ég sat á tónleikum Skálmaldar og Sinfóníuhljómsveitar Íslands og hlustaði á þjóðlaga dauðarokks klassík, stunda sérstaklega góðri textagerð sem nýtti sér forna íslenska braghætti. Á þeirri stundu komu saman allt það besta úr ólíkum áttum og þegar allir lögðust á eitt varð samhljómurinn svo kraftmikill, svo yfirþyrmandi að orð fá því raun ekki lýst. Fyrir okkur er þetta góð lexía. Ef við stöndum öll saman, kæru kandidatar, og stillum strengina rétt, að þá er okkur allir vegir færir. Það er þessi samhljómur sem við þurfum að finna fyrir íslenskt samfélag, samhljómur á milli kynja, samhljómur á milli kynslóða, samhljómur á milli stétta, samhljómur á milli borga og landsbyggða. Þið sem heild hafið þekkingu sem getur stuðlað því að íslenskt samfélag nái slíkum samhljómi, þannig að við getum sameinuð byggt upp samfélag, samkeppnishæft og umfram allt réttlátt, sem getur dafnað og vaxið sem þjóð á meðal þjóða. Takist okkur það, er í þess fullviss að Ísland verði fjölbreytt samfélag sem stendur fyllilega undir lífskjörum eins og þau gerast best í heiminum og þegar þið, ágætu kandidatar, hafið aflað ykkur fjölþættrar og dýrmætrar reynslu á erlendu vettvangi, að þá komið þið tilbaka og nýtið þá reynslu við uppbyggingu enn betra samfélags. Kæru kandidatar, ég óska ykkur og fjölskyldum ykkar innilega til hamingju með daginn. Munið ætíð að fara þangað sem hjartað segir ykkur að fara, en notið þekkingunar sem að þið hafi öðlast í námi ykkar til þess að komast á þann stað. Lifið heil. Nú munu félagar úr Kamerkór Norrlands undir stjórn Judith Jörg flytja lagið Vorlauf. Ljóðið er eftir Þorstein Valdimarsson en lagið eftir Hildigunni Rúnarsdóttur. Gjörðu svo vel.
Nú komið að brautskráningu kandídata. Á meðan brautskráningu stendur vil ég biðja viðstadda að klappa aðeins í lok brautskráningar af hverri braut eða hverri deild. Þó sjálfsagt að klappa fyrir þeim sem hljóta viðurkenningar. Ég bið ykkur góðfúslega, kæru gestir, að taka ekki myndir á meðan brautskráningu stendur þar sem ljósmyndarar á vegum skólans munu taka myndir af öllum kandídötum sem þeir geta síðan sótt sér á netinu sér á kostnaðarlausu. Ekki verða að lesa nöfn þeirra sem eru fjarverandi. Fyrst brautskráir Árún K. Sigurðardóttir, forseti heilbrigðisvísindasviðs kandídata sama sviðs. Gefum henni gott klapp. Kandídatar og fjölskyldur þeirra, ágæta samstarfsfólk og góðir gestir. Heilbrigðisvísindasviðs HA skiptist í 3 deildir, hjúkrunarfræðideild, iðjuþjálfunarfræðideild og framhaldsnámsdeild. Í upphafi nýliðins skólaárs voru 480 nemendur skráðir til náms á heilbrigðisvísindasviði í 3 deildum þess. Umsóknir fyrir næsta skólaár eru 300 og aldrei hafa fleiri sótt nám við sviðið. Starfsemi heilbrigðisvísindasviðs skiptist að stórum hluta í kennslu og rannsóknir. Mikil áhersla lögð á gæði kennslunar og miðað við að hafa kennsluna eins einstaklingshæfða og hægt er. Heilbrigðisvísindasvið hefur unnið við innri gæðaúttekt þetta skólaár og í maí 2015 kom til okkar prófessor frá Finnlandi sem rýndi í vinnu sviðsins og veitti okkur góð ráð en staðfesti einnig að heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri veitir nemendum sínum framúrskarandi menntun. Vil ég þakka starfsfólki sviðsins fyrir óeigingjarnt starf í þágu sviðsins og Háskólans alls á tímum aðhalds og niðurskurða sem staðið hefur yfir í mörg ár. Einnig vil ég þakka nemendum og ekki síst brautskráningarkandídötum þeirra góðu vinnu og fagmennsku. Skólinn verður ekki betri en þeir nemendur sem hann brautskráir og þið ágætu kandídatar eigi mestan þátt í að auka hróður háskólans. Þetta í 25. skiptið sem Háskólinn á Akureyri brautskráir kandídata með BS-próf í hjúkrunarfræði og í 15. skiptið sem Háskólinn brautskráir kandídata með BS-próf í iðjuþjálfunarfræði. Og í 16. skiptið sem að Háskólinn brautskráir kandídata með meistarapróf í heilbrigðisvísindum og hjúkrunarfræði. Í dag brautskrást 48 nemendur með BS-gráðu í hjúkrunarfræði, 18 kandídatar í iðjuþjálfunarfræði og 10 með meistaragráðu í heilbrigðisvísindum. Ég vil biðja meðstjórnendum mína á sviðinu deildarformennina Sigfríði Ingu Karlsdóttir, Kristínu Sóleyju Sigursveinsdóttir og Dr. Sigríði Halldórsdóttir að vera mér til aðstoð við brautskráningunna. Fyrst verða brautskráðir kandídata með BS-próf í hjúkrunarfræði. Ég vil biðja þá að ganga fram og veita skírteinum sínum viðtöku. Aldís Erna Vilhjálmsdóttir, Ardís Kristjánsdóttir, Áslaug Felixdóttir,
Ásthildur Guðlaugsdóttir. Berglind Björk Guðnadóttir. Berglind Ólafsdóttir. Birna Blöndal. Birna María Einarsdóttir. Bryndís Bjarnadóttir. Og Brynja Bjarnadóttir. Dania Anfinnsdóttir Hænesen. Elín Svana Lárusdóttir. Erna Kristín Valdimarsdóttir. Guðbjörg Þóra Snorradóttir. Hugrún Birna Bjarnadóttir. Inga Hænesen. Ingibjörg Hulda Jónsdóttir, en Ingibjörg Hulda hlýtur viðurkenningu frá Heilbrigðisstofnun Norðurlands fyrir góðan árangur í heilsugæslu. Til hamingju. Íris Ósk Egilsdóttir. Jenny Kamila Knútsdóttir. Jóna Margrét Guðmundsdóttir. Jóna Maren Magnadóttir, en Jóna Maren hlýtur viðurkenningu fyrir hæðstu meðalengun í hjúkrunarfræði og viðurkenningu fyrir hæðstu meðalengun á heilbrigðisvísindasviði grunnnámi sem eru peningaverðlaun frá KREA og það er líka bók. Og þú ert búin að fá umslagið. Já, fint. Jóna Ósk Antonsdóttir. Jóna Sif Leifsdóttir. Karitas Ósk Agnarsdóttir. Katrín Erna Þorbjörnsdóttir. Kristín Ásgeirsdóttir. Kristín Vilborg Þórðardóttir. Kristjana Sigurveig Sveinsdóttir. Kristján Sigfússon. Linda Björk Rúnarsdóttir. Lóa Maja Stefánsdóttir. Ólöf Sigurborg Sigurðardóttir. Ragnhildur Sigurjónsdóttir. Rebekka Héðinsdóttir. Sandra Sif Gunnarsdóttir. Sandra Sif Sigurjónsdóttir. Sigfinnur Lyngdal Stefánsson. Sigurfinnur Lyngdal, fyrirgefðu Sigurfinnur. Og Sigurjón Valdimarsson. Sólrún Arney Siggeirsdóttir.
Sólveig H. Sveinbjörnsdóttir, Sólveig Jóhannsdóttir, Þórdís Ágústsdóttir og Þórunn Sigurðardóttir. Þá lokið brautskráningu frá hjúkrunarfræðideild. Nú verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í iðjuþjálfunarfræði og meðan að þeir eru að koma sér fyrir þá má geta þess að þeir 3 karlmenn sem útskriðust með hjúkrunarfræðina áðan að þeir eru allir sjúkraflutningamenn. Þetta er vel gert hjá þeim. Alda Pálsdóttir, en Alda hlýtur viðurkenningu frá Iðjuþjálfunarfélagi Íslands fyrir hæstu meðalunareinkunn í iðjuþjálfunarfræði. Til hamingju. Aldís Eiríksdóttir, Bjarnfríður Laufey Guðsteinsdóttir, Dagný Ragnarsdóttir, fjarverandi er Greta Helgadóttir en Greta hlýtur viðurkenningu fyrir góðan árangur í 3. og 4. árs iðjuþjálfunarfræði námskeiðum. Guðrún Friðriksdóttir, Gullveig Ösp Magnadóttir, Heiða Björg Kristjánsdóttir, Helena Rós Þórólfsdóttir, Júlíana Petra Þorvaldsdóttir, Katrín Ósk Aldan Gunnarsdóttir, María Svava Sigurgeirsdóttir, Massíbil Anna Jóhannsdóttir, Patrícia Huld Rajan, Rakel Valsdóttir, Rósa María Sigurgeirsdóttir, Sæunn Pétursdóttir og Vilborg Lárusdóttir. Þá er lokið brautskráningu frá iðjuþjálfunarfræði deild. Nú verða brautskráðir kandidatar með meistaragráðu í heilbrigðisvísindum. Andrea Klara Hauksdóttir, Dóra Björk Jóhannsdóttir, Elísa Rán Ingvarsdóttir, Eygló Brynja Björnsdóttir, Hallveig Skúladóttir, Snæbjörn Ómar Guðjónsson og ekkert meira. Og svo að lokum er það Svala Berglind Róbertsson. Já.
Nú lokið brautskráningu frá heilbrigðisvísindasviði. Ég vil óska kandidatum til hamingju með áfangan og óska þeim og fjölskyldum þeirra alls velfarnaðar í framtíðinni. En ég vil minna kandidata á að opið í Jóðhúsi eða í starfsferi iðjuþjálfunarfræði og í klínískri námsstofu í hjúkrunarfræðinni og vonast kennara sviðsins að sjá sem flesta kandidata og fjölskyldur þeirra þar eftir klukkan 1. Takk fyrir. Þá komið að Sigrúnu Stefánsdóttur, forseta hug- og félagsvísindasviðs, að brautskrá kandidata að sama sviði. Kandidatar og fjölskyldur, allt samstarfsfólk mitt hér við skólan. Nú komið að því að brautskrá kandidata af hug- og félagsvísindasviði, það að segja úr félagsvísindadeild, kennaradeild og lagadeild. Þetta stór dagur. Ég tók þátt í þessari athöfn fyrsta sinn í fyrra og láðist þá að segja frá því hvernig mér leið. Ég var svo full af stolti og gleði yfir því að fá að vera í því hlutverki að senda kandidatana út í lífið með prófskírteinin, sem staðfest á ómælda vinnu og fórnir. Það sama gildir daginn í dag. Þetta hápunktur skóla ársins í mínum huga, sannkölluð hátíðastund. Ég það sem ofta kalla gangandi stjórnandi. Og þess vegna hitti ég ykkur nemendur oft út á gangi, stundum glöð og áhyggjulaus, stundum föl og stressuð. Sum ykkar koma bara í loturnar og stunda svo námið alein heim í stofu og rætti allan gangana hérna þegar þið komið í lotur, önnur nánast búa í skólanum. Mörg ykkar í fullir vinnu með náminu, oft með stórar fjölskyldur. Ég talaði við eina stúlku sem var í fullu námi, maðurinn á sjónum, og hún var ein með börnin. Hún fór á fætur klukkan 5 á mótnana til þess að læra og svo fór hún og lærði aftur þegar börnin voru sofnuð á kvöldin. Yfir daginn var hún að afla tekna og það svo vissilega mikil áskorun að fara í nám og þurfa að skila sínu og uppfylla þær kröfur sem skólinn gerir og gleyma að senda ekki ná í börnin á leikskólan og leysa allt annað sem tilheyrir daglega lífinu. Nú þessum áfanga lokið og ég ætla að vitna í prófessorinn minn frá Bandaríkjunum þegar ég lauk doktorsprófi. Hann sagði, Sigrún, go out and do something wise. Og það sem hann var eiginlega að segja við mig var það að nú var ég komið lykil í hendurnar sem opnaði mér tækifæri til þess að gera samfélaginu gagn. Og ég ætla að endurtaka hans orð og skora á ykkur að fara nú út og gera eitthvað að viti samfélaginu til gagns. Að þessu sinni verða brautskráðir 166 kandidatar af hug- og félagsvísindasviði, 80 úr kennaradeild, 70 úr félagsvísindadeild og 16 úr lagadeild. Og mig langar til að biðja félaga mína þá Braga Guðmundsson sem formaður kennaradeildar og Kjartan Ólafsson úr félagsvísindasviði, þar hann deildarformaður að koma og aðstofa mig við brautskráninguna. Formaður lagadeildar Rachel Lorna Johnston gat því miður ekki verið hér en hún biður fyrir kveðju og Bragi ætlar að vera svo elskulegur að hjálpa mér að útskrifa úr lagadeildinni. En þá skulum við byrja, Bragi. Nei, Kjartan fyrir ekki. Fyrst verða brautskráðir kandidata með BA-próf í félagsvísindum. Jóna Kristín Guðmundsdóttir. Kristinn Björn Haraldsson og Signý Líndal Sigurðardóttir. Og þá verða brautskráðir kandidata með BA-próf í fjölmiðlafræði og þau fá öll bókagjöf frá Blaðamannafélag Íslands og það vel við hæfi, þetta fréttamyndir ársins. Fyrstur Ari Brynjólfsson. Erna Kristín Kristjánsdóttir. Eyþór Jóhannes Sæmundsson. Garðar Stefán N. Sigurgeirsson. Gunnar Már Hauksson. Halla Mjöll Stefánsdóttir.
Helga Guðrún Þorsteinsdóttir. Helgi Freyr Hafþórsson. Hörður Þórhallsson. Kristín Þóra Jóhannsdóttir. Og Þorsteinn Roy Jóhannsson. Og þá verða brautskráðir kandidata með BA-próf í nútímafræði. Fyrst Birna Guðrún Konráðsdóttir. Lára Guðrún Jónsdóttir. Guðný Lára Jónsdóttir. Ingibjörg Bendisdóttir. Magnús Einarsson. Marten Elvar Veigarsson Olsen. Sigríður Elsabeth Stefánsdóttir. Og Sóley Rut Þrastardóttir. Og nú komið að því að brautskrá kandidat með BA-próf í samfélags- og hagþróunarfræði. Og það Hlíf Arnbjargardóttir og hún fær líka verðlaun frá Sondaklúbbi Akureyrar sem að veit henni viðurkenningu fyrir framlagan þitt í þágu rannsókna á stöðu kynjanna í samfélaginu. Og þá komið að því að brautskrá kandidata með BA-próf í sálfræði og það stórhópur. Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Ásthildur Erlingsdóttir. Caroline Patricia Sim. Erum við í einhverju vandræðum hérna? Við höfum hlaupið yfir eina. Brynja Guðmundsdóttir. Þú útskrifast líka. Svo það Einar Kristinsson, en hann hefur sýnt afburðaárangur í námi til BA-prófs í sálfræði og með hæstu meðalengum brautskráðra bakkalárnema í hug- og félagsvísindasviði fyrir vorið 2015 og fyrir þessa glæsilegu frammistöðu hlýtur hann viðurkenningu KEA, upphæð, það eru 50.000 og svo færðu líka viðurkenningu frá deildinni. Erna Bryndís Birgisdóttir. Eyþór Gunnarsson. Harpa Hrönn Harðardóttir. Hildur María Þórisdóttir. Hrafnhildur Gunnþórsdóttir. Hrefna Guðmundsdóttir. Hugrún Erla Karlsdóttir. Hulda Björg Arnarsdóttir. Hulda María Einarsdóttir. Ingibjörg Þuríður Stefánsdóttir. Kristín Heimisdóttir. Pála Björk Kúld. Sigrún Edda Sigurjónsdóttir. Sólborg Ír Sigurðardóttir.
Sóley Björk Gunnlaugsdóttir. Sólveig Indriðadóttir. Steinunn Ásta Lárusdóttir. Steinunn Hrafnkelsdóttir. Sunna Ella Róbertsdóttir. Bíddu nú við. Tara Björt. Já, Sverrir. Já, við tökum þetta bara í þessu. Já, Tara Björt Guðbjartsdóttir og svo það Sverrir Björn. Það var ekki að ganga fram hér, Einarsson. Telma Lind Guðmundsdóttir. Og Vildís Björk Bjarkadóttir. Og enn eftir 4. Þóra Sonja Helgadóttir. Þóra Sigurðardóttir. Þórey Sif Þórisdóttir. Og Þuríður Björg Kristjánsdóttir. Og þá megum við klappa. Já. Og þá fer fram brautskráning frá kennaradeild og þá það Bragi sem ætlar að aðstoða mig. Fyrst Kristíne Sara Arndt. Erna Sigrún Hallgrímsdóttir. Halldór Sanchez. Harpa Kristín Þóroddsdóttir. Hugrún Ósk Hermannsdóttir. Jenny Þorsteinsdóttir. Jón Haraldsson. Jónína Rakel Sigurðardóttir. Jónína Björk Stefánsdóttir. Júlía Guðrún Gunnarsdóttir. Karen Nanna Þorkelsdóttir. Laufey Guðmundsdóttir. Og Laufey Guðnadóttir. Ragnheiður Thelma Snorradóttir. Aðalheiður Hanna Björnsdóttir. Já, heyrðu, ég að klúra. Nú það kandidata með M1-próf í menntunarfræðin sem að fá sín skírteini. Og þá bara byrjum við. Aðalheiður Hanna Björnsdóttir. Auður Dögg Pálsdóttir. Birgitta Ósk Sveinbjörnsdóttir. Björn Björnsson. Dagbjört Erla Gunnarsdóttir. Harpa Friðriksdóttir. Heiða Björk Pétursdóttir.
Heike Viktoría Kristínardóttir, Hrund Malín Þorgeirsdóttir, Ingibjörg Björnsdóttir, Íris Berglind C. Jónasdóttir, Katla Valdís Ólafsdóttir, Kristín Margrét Gísladóttir, Reisjel Wilkingsson, Rakel Margrét Viggósdóttir, Rúnar Már Þráinsson, Sara Björk Sigurðardóttir, Sara Irene Sands Smiley, smá skrítin framburður, Sigurveig Petra Björnsdóttir, Stefán Smári Jónsson, Unnur Ósk Unnsteinsdóttir, Urður María Sigurðardóttir, og Vordís Guðmundsdóttir, en hún hlýtur viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í 5 ára námi til M.Ed.Pros í menntunarfræði. Og nú verða brautskráðir kandidata með MA.Próf í menntavísindum og þar er fyrst Anna Lilja Harðardóttir, Anna Berglind Pálmadóttir, Bára Björk Björnsdóttir, Gunnar Gíslason, og Hólmfríður Björk Pétursdóttir, og loks Katrín Elísdóttir. Og þá er lokið brautskráningu frá kennardeild. Og þá ætlum við Bragi að skipta hlutverk. Ég ætla að fá að afhenda skiptinu og Bragi ætlar að kalla ykkur upp. Nú verða brautskráðir kandidatar með BA.Próf í lögfræði, Auður Dögg Bjarnadóttir, Björn Birgir Þorláksson, Davíð Þorsteinsson, Elma Sturludóttir, Heiðrún Ástríðardóttir, Magnús Smári Smárásson. Magnús Smári hlýtur viðurkenningu fyrir hæstu einkunn í grunnnámi lagadeildar. Ólöf Brynjólfsdóttir, Ragna Gerður Jónsdóttir, Jóelsdóttir fyrirgefðu. Og þá er lokið brautskráningu kandidata með BA.Próf í lögfræði.
Og nú verða brautskráðir kandídatar með ML-próf í lögfræði. Aníta Einarsdóttir, Elisabeth Líf Magnúsdóttir og Elisabeth Líf hlýtur viðurkenningu fyrir hæstu einkunn á ML-prófi í lagadeild. Harpa Þorvaldsdóttir, Ólöf Heiða Óskarsdóttir, Sigrún Harpa Bjarnadóttir, Þuríður Pétursdóttir, Ölver Karlsson. Og þá lokið brautskráningu frá lagadeild. Og þá brautskráning af hug- og félagsvísindasviði lokið og ég óska kandidatum til hamingju með þennan áfanga og svo langar mig til þess að þakka öllum nemendum og starfsfólki sviðsins fyrir sérstaklega ánægilegt samstarf á skólaárinu sem að ljúka. Takk. Nú brautskráir Rannveig Björnsdóttir, staðgengill forseta viðskipta- og raunvísindasvið, kandidata frá sama sviði. Gjörðu svo vel. Kæru kandidatar, fjölskyldur þeirra, samstarfsfólk og góðir gestir allir. Nú verða brautskráðir kandidatar af viðskipta- og raunvísindasviði. Sviðinu tilheyra 2 deildir, viðskiptadeild og auðlindadeild. Í viðskiptadeild kennt í grunnnámi á 2 námslínum, stjórnun og markaðsfræði annars vegar og stjórnun og fjármálum hins vegar. Í auðlindadeild í grunnnámi kennt í 2 meginnámslínum sem eru sjávarútvegsfræði og líftækni, en auk þessa boðið upp á diplómanám í náttúru- og auðlindafræðum. Einnig rannsóknartengt meistaranám í boði í báðum deildum. Samhliða námi sem boðið hér á Akureyri útskrifar sviðið meistaranema í haf- og strandsvæðastjórnun sem kennt við Háskólasetur Vestfjarða á Ísafirði. Við upphaf nýliðins skólaárs voru samtals 461 nemendur skráðir í nám á sviðinu. Umsóknir nýnema nám á viðskipta- og raunvísindasviði nú í haust eru 338, voru 223 fyrir ári síðan. Þannig að mikil aukning þar á. Á viðskipta- og raunvísindasviði hefur í ár sem endranær verið unnið mikið og fjölbreytt starf í námi, rannsóknum og þróun. Ráðandi þáttur í öflugu rannsókna- og þróunarstarfi innan sviðsins gott samstarf við samstarfsstofnanir og atvinnulíf. Vil ég nota tækifærið og þakka samstarfsaðilum, nemendum og starfsfólki sviðsins góð störf og ánægjulegt samstarf á skólaárinu. Á þessu skólaári brautskrást 85 kandidatar frá viðskipta- og raunvísindasviði, 43 konur og 42 karlar. Í dag brautskrást 67 eftir nám á bakkalárstigi og 14 á meistarastigi. Kandidatar skiptast þannig á milli deilda og námsbrauta að frá auðlindadeild brautskrást 29 kandidatar, 4 með BS gráðu í líftækni, 13 með BS gráðu í sjávarútvegsfræði, 3 með meistaragráðu í auðlindafræðum og 9 útskrifast með meistaragráðu í haf- og strandsvæðastjórnun, en þeim verður afhent skírteini sín við sérstaka athöfn á Ísafirði sem verður þann 17. júní. Frá viðskiptadeild brautskrást 50 kandidatar með BS gráðu og 1 með meistaragráðu. Hefst nú brautskráningin. Ég vil fyrst kalla mér til aðstoðar prófessor Hjörleif Einarsson,
deildarformann auðlindadeildar eða forseta auðlindadeildar og Guðmund Kristján Óskarsson, deildarformann viðskiptadeildar. Veitt verða verðlaun fyrir besta námsárangur í viðskiptadeild og auðlindadeild. Auk þess veitir KEA einum nemanda sviðsins í heild sinni viðurkenningu fyrir góðan námsárangur. Fyrst verða brautskráðir kandidatar úr auðlindadeild og þeir eru að ganga hér fram og veita skírteini sínum viðtöku og prófessor Hjörleifur Einarsson, deildarformaður auðlindadeildar, sér að afhenda þeim skírteini sín. Við byrjum á að útskrifa nemendur með BS-próf í líftækni. Diljá Helgadóttir. Kristín Hrund Kjartansdóttir. Sara Björk L. Gunnarsdóttir. Og Þórhildur Edda Eiríksdóttir. Þá komið að útskrift nemenda með BS-próf í sjávarútvegsfræði. Þar fremstur Andri Fannar Gíslason. Böðvar Már Styrmisson. Eiríkur Páll Aðalsteinsson. En Eiríkur Páll hlýtur viðurkenningu fyrir besta námsárangur í auðlindadeild og hann hlýtur einnig viðurkenningu frá KEA fyrir hæstu meðalengun á fræðasviðinu. Klara Teitsdóttir. Kristján Sindri Gunnarsson. Magnús Blöndal. Orri Filippusson. Róbert Örn Guðmundsson. Selma Aradóttir. Sigmar Örn Hilmarsson. Og Sigurjón Guðmundsson. Þá komið að útskrift nemenda með MS-próf í auðlindafræði. Þar sannlega engin máttur. Þá lokið brautskráningu úr auðlindadeild. Og þakka prófessor Hjörleifi Einarsinni fyrir aðstoðina. Næst þá útskrifaðir kandidatar úr viðskiptadeild og það Guðmundur Kristján Óskarsson, deildarformaður viðskiptadeildar, sem afhendi nemendum skírteini sín. Fyrst verða útskrifaðir nemendur með BS-próf í viðskiptafræði. Atli Ómarsson. Ásdís Hlöðversdóttir. Ástrós Guðlaugsdóttir. Bergvin Þór Gíslason. Björg Skúladóttir. Björk Guðgeirsdóttir. Dórótea Elva Jóhannsdóttir. Einar Hallsson. Elva Kristín Sigurðardóttir. Elísabet María Þórhallsdóttir. Emil Sigurjónsson.
Erla Dögg Ólafsdóttir. Greta Kristín Ólafsdóttir. Guðbjörg Arngeirsdóttir. Hafsteinn Hilmarsson. Halldór Ingi Stefánsson. Hildur Helgadóttir. Hrönn Harðardóttir. Ingunn Gísladóttir. Ingvar Björn Ingimundarsson. Íris Brá Svavarsdóttir. Jóhann Árni Helgason. Jónína Guðmundsdóttir. Katrín Dögg Ásbjörnsdóttir. Kristín Kjartansdóttir. Kristján Helgi Jóhannsson. Lilja Margrét Hreiðarsdóttir. Ómar Skapti Gíslason. Ragna Gróa Steingrímsdóttir. Ragnheiður Jakobsdóttir. Sesselja Guðrún Svansdóttir. Sigfús Örn Sigurðsson. Sigrún Hjálmarsdóttir. Sigrún Helga Sigurðardóttir. Sigurbjörg Benediktsdóttir. Sigurlaug Björk L. Fjellsteð. Snæbjörn Sigurðsson. Stefanía Hrönn Jónsdóttir. Steinunn Á. Frímannsdóttir Blöndal. Og Þorsteinn Helgi Valsson, en Þorsteinn hlýtur einni viðurkenningu fyrir bestan námsárangur í viðskiptadeild. Þá að lokum er komið á útskrift nemanda með masterspróf í viðskiptafræði. Sigurbjörn Hafþórsson. Nú er lokið brautskráningur viðskiptadeild og ég þakka deildarformanni fyrir aðstoðina. Þá er lokið brautskráningu að viðskipta á raunvísindasviði. Ég óska kandidötum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með áfangan og óska þeim alls velfarnaðar og færi þeim einnig hamingjuóskir og mjög góðar kveðjur frá Ögmundi Knútssyni, forseta viðskipta og raunvísindasviðs. Takk fyrir.
Félagar úr Kammerkór Norðurlands munu nú flytja 2 lög. Það fyrra Nú sefur jörðin suma græn eftir Davíð Stefánsson við lag Þorvaldar Blöndal. Það síðara Bráðum kemur betri tíð eftir Halldór Laxness við lag Jóhanns G. Jóhannssonar. Gjörðu svo vel. Bráðum kemur, bráðum kemur, bráðum kemur betri tíð með blóm í haga. Sæta sumardaga, þá gaman að trilla, trúla, trilla, trilla, tölt á engi, einkum fyrir unga drengi. Fólöldin fara, fólöldin fara, fólöldin fara, fólöldin fara á sprett og fuglinn syngur og kýrnar leika við full sinn fingur. Bráðum kemur, bráðum kemur, bráðum kemur betri tíð með blóm í haga.
fólöldin fara, fólöldin fara, fólöldin fara, fólöldin fara á sprett og fuglinn syngur og kýrnar leika við hvern sinn Við þokkum kórnum kærlega fyrir. Það er mikill heiður að fá að kynna frú Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrum forseta Íslands, frumkvöðul og fyrirmynd allra og þá sérstaklega kvenna. Frú Vigdís, gjörðu það svo vel. Það er nú raunverulega ég sem á að klappa fyrir ykkur í stórborginni hérna fyrir norðan. Virðulega samkoma, rektor, prófessorar og aðrir kennarar þekkingarinnar, kæru kandidatar sem hér í dag útskrifast frá Háskólanum á Akureyri. Ég þakka boðum að koma hingað til Akureyrar og vera með ykkur á þessu merkistegi fyrir okkur öll. Kandidata sem hér hafa lokið kröfuhörðum háskólaprófum, fjölskyldu þeirra á ástvini, háskólan sjálfan og okkur sem erum íslensk þjóð. Því þið og þekking ykkar auðvitað góss og þekkingar auður okkar Íslendinga allra. Mér þykir fengur að því að fá tækifæri til að vera með ykkur hér í dag og færa ykkur heillaóskir, einlægar heillaóskir. Og alltaf þykir mér jafnvæntum að eiga þess kost að heimsækja höfuðstað Norðurlands, borgina, ég var að fletta fyrir borg. Í tilefni dagsins finnst mér vera við hæfi þegar ég er búin að söðla flugfanginn hingað norður að færa nýútskrifuðum kandidötum sem vel eru lærðir á ýmsum sviðum hvatningu með nokkuð lipurlega ortri limru eftir Þorstein Valdimarsson. Og mér þótti svo vænt að það var sungið eftir hann lag hérna rétt á hann. Það er einskærið til þér, hann var mikill vinur minn. En þessi limra hljómar svona: að endingu standa sig þeir eini sem vanda sig frá upphafi í því sem þeim er innan handar að standa sig í. Svona fínn kveðskapur er að sjálfsögðu við hæfi hér í dag, gott veganesti ykkur til handa, kæru kandidatar sem eru að hefja vegferð til framtíðarinnar, vegferð sem stuðlar að hagsæld okkar á Íslandi, karla þjóðfélagsins sem kvenna og kannski með góðri skynsemi hag allra á heimsbyggðinni. Á þessum vordugum þegar þið næstingsta kynslóð okkar Íslendinga eru að hleypa heimdraganum og leggja lið ýmsum greinum sem nútíma þjóðfélagi kallar á, man Íslands sagan með langminni sitt að 100 ár eru liðin síðan konur fengu kosningarétt. Og þar með er rétt til að láta í ljós skoðun sína á rekstri þjóðfélagsins. Okkur nútíma fólki finnst það með ólíkjunum að konur hafi verið sniðgengnar svo lengi en sterkar og þær hafa verið á öllum tímum mannkynsögunar. Konur endar eina þungamiðja miðaldabókmennta okkar Íslendinga en fá þó litlu það ráðið þá þjóðfélagsgerð sem kallar bjuggu þá til. Árið 1950 voru konur að sjálfsögðu orðnar vel meðvitaðar styrk sinn. Íslendingar voru þá allflestir læsir og konur allt land beittu sér fyrir stofnun félaga. Og ekki má gleyma því að á þessum stað og þessum slóðum er einmitt eitthvað fallegasta tilvitnun eða fallegast klappað í berg, konur gerðu garðinn. Og konur lögðu á ráðin að reisa spítala, þær stóðu upprunanlega að bæði Hvítamannsspítalanum og Landspítalanum og fengu borgaryfirvöld til að hjálpa sér að reisa þessi sjúkrahús. En nú brá svo við að þeir virðast ekki hafa almennilega treyst sín í landsmálin.
Því allt frá því til loka 8. áratugurins voru aldrei fleiri en 2 til 3 konur á þingi. Og mér minnir að hafa verið 2, ég man ekki eftir neinni konu á þingi þegar ég stíð þar inn, í öðrum endagjörn náttúrulega, nema frú Halldór Eldjárn. Hún var þarna fyrir fram með allt hitt voru kallar. En það voru sem sagt aldrei fleiri á þessum áratugum, eða 60 ár, voru aldrei fleiri en 2 til 3 konur á þingi. Alþingi Íslendinga var borið upp af körlum, auðvitað miklum ágætis körlum, og hér má ég til með að láta þess getið af langri lífsreynslu að traust samvinna karla og kvenna leiða góð málefni í höfn, og það er alveg óháð blessaðri ástinni. Það er svo fljótt að finna í sporin, segir gamalt íslenskt spakmæli, það hvernig atburðir fyrnast og gleymast. Nokkrum sinnum undanfarið hef ég orðið vörfið hjá yngri kynslóðinni, og ég sé sumir hérna inni líka, að það er farið að finna í spor kvennafrídagsins 1975. Upphaf þess merka dags var í árslok 1973 að Sameinuðu þjóðirnar í New York létu það boð út ganga að árið 1974 skildi helga konum heimsins. Og það auðvitað var hugsað til að helga þeim konum sem ekki höfðu nein réttindi annars staðar í veröldinni. En íslensk kvennasamtök, Rauðsokkurnar, fengu þá geislandi hugmynd að skipuleggja það að konur tæki sér frí frá störfum á degi Sameinuðu þjóðanna 24. október það ár. Þann dag fóru konur allt land til yfirmanna sinna og báðu þeim að fá frí í nokkra klukkustundir til að fara á stuttan fund með vinkonum sínum. Undirbúningur sem stóð í heilt ár átti að hafa farið mjög hljótt, en auðvitað vissu kallarnir, yfirmenn á ýmsum stöðum, hvað var á seyði. Þjóð veit, þá 3 vita. Og einhver kona hlýtur nú að hafa hvíslað þessu í eiginmanns eyra. Þeir létu samt flestir sem þau vissi ekki neitt. Það sem þeir kannski ekki sáu fyrir var hvaða afleiðingar þetta stutta síðdegisfrí kvenna í öllum byggðum landsins hefði. Það var sólskinn allt land, þetta var guði þóknarlegt. Þúsundir kvenna komu saman í Reykjavík, hér á Akureyri og öllum helstum þéttbýlistöðum. Kjarnir þar ræður jafnrétti og mannréttindi til handa konum voru fluttar, sungið og gantast og glaðst yfir samstöðunni, og dagurinn var öllum ógleymanlegur. Það sem jafnframt gerðist þennan sólskinsdag í október 1974 var að rekstur ótal fyrirtækja í landinu stöðvaðist. Meðal annars lá fiskverkun niðri það síðdegið, bankarnir lokuðu vegna þess að það eru konur sem eru jafnan á jarðhæð að afgreiða peningana, bankastýrarnir upp á 5. hæð, og allstaðar þar sem konur koma að verki tæmdust vinnustæðir. Konur stungu meira sig af að heiman frá bústörfunum og eldhúsvaskinum og létu kallana að elda og passa krakkana. Það var mjög skemmtilega dagskrár í Ríkisútvarpinu þar sem þau tóku upp þegar kallarnir voru einir heima og passa börnin og sagði þessi elska hún skildi eftir mat á vélinni. Íslenskar konur sönnuðu þennan dag að þær eru máttarstólpar þjóðfélagsins til jafns við kalla og atburðinu var það heimsfrétt. Women strike in Iceland. Og allir héldu þetta að þeir eru strækað í Sundberginu. 5 árum síðar voru forsetakosningar á Íslandi og þá þóttu körlum, ekki síst sjómönnum, jafnt sem konum ótækt að ekki væri kona meðal frambjóðenda, og það fór sem fór. Stofnaður var kvennalisti í kjölfarið og allt hvað eina og allir stjórnmálaflokkar nútímans gæta þess vel að hafa konur í öruggum sætum á listum sínum. Í dag eru 40% þingmanna konur og við njótum góðs að jákvæðri jafnréttis þróun. Hefur liðin 20 ár, neða liðin 35 ár síðan þetta var, og konur eru ekki lengur upp á punt. Og nú ég fann að sakna kallana, ég vil hafa fleiri kalla í þetta allt saman. Við svo búið þá hefði ég til ykkar allra að liðsinni við að varðveita vel íslenska tungu. Íslensk tunga ekkert gefið mála, hún spjari sig í þessari veröld. Að varðveita vel íslenska tungu, að ekki kvarnist úr henni í lífsins ólgusjó,
eins og að til dæmis að nota orðið maður, orðið við kalla, það er stolið úr ensku, það er til dæmis nýtt, maður, þó Jón Thoroddsen hafi skrifað maður og kona, þá var það ekki notað, hefur það ekki verið notað fyrir bara rétt núna, af því að konur hafa frá aldaöðri verið menn. Og kennari minn í íslensku menntaskólanum í Reykjavík sagði það, og hann var svona háróma, munið það stúlkur, ég var í Stelpabekk, munið það stúlkur að konur eru menn. Ég óska þessi merku menntastofnun velfarnaðar í bráð og lengd og hjartanlega til hamingju kandidatar brautskráðir í dag frá Háskólanum á Akureyri. Takk fyrir. Næsta dagskrá er ávarp kandidats en það er Þórhildur Edda Eiríksdóttir sem flytur það að þessu sinni fyrir hönd nemenda. Frú Vigdís Finnbogadóttir, rektor, samnemendur, stoltir foreldrar og makar og aðrir góðir gestir. Til hamingju, þetta gátum við. Við erum búin að taka á móti prófskírteinunum okkar og nú stöndum við á tímamótum og nýr kafli tekur við hjá okkur öllum. Sumir eru búnir að ákveða næstu skref. Þau geta verið að fara í frekara nám, finna sér vinnu eða ferðast, hver veit. Sjálf er ég búin að ákveða að fara í framhaldsnám í Noregi. Þegar ég flutti norður fyrir næstum 3 árum til að stunda nám í líftækni, vissi ég í raunin ekki við hverju var að búast. HA tók vel á móti mér. Hér er persónulegt umhverfi sem hefur hentað mér mjög vel. Það er gott að hafa möguleikann að geta leita eftir aðstoð við verkefni og það hefur aldrei verið neitt mál að fá hana. Sama hvort það er frá kennurum eða samnemendum. Við nemendur við HA erum einstaklega heppin með góða kennara sem allir vilja gerðir til að fræða okkur og upplýsa. Það er mitt vegna þessa sem ég hef hiklaust mælt með HA við vini og vandamenn og hefur mér tekist að laða nokkra að með því að tala um upplifunum mína. Það er greinilega eitthvað hér sem hillar. Til dæmis kynntist ég kærasta mínum hér á fyrstu önn okkar við HA og útskrifumst við saman í dag. Það eru blendnar tilfinningar sem fylgja þessum degi. Léttir við því að nú er þessu loksins lokið eftir mikið álag, en við munum sakna tímans sem við höfum eytt hér í HA með vinum. Fyrir sum okkar hefur HA verið eins og annað heimili síðastliðin ár og því getur verið erfitt að kveðja. Hér hafa margar góðu minningar skapast og vinátta sem mun endast. Það sem stendur kannski einna mest upp úr eru þeir fjölmargir viðburðir sem hafa verið haldnir og þó sérstaklega árshátíðarnar, sprellmótin, Stóruvís og Suður og Ólympíuleikarnir. Ég á sérstaklega eftir að sakna sprellmótsins, sem er auðvitað ekkert annað en afsökun til að klæða sig upp í búninga og haga sér eins og kjáni, sem getur varla verið skemmtilegri blanda. Ef ég fengi að ráða, þá verður þessi viðburður oft á ári. Ekki má heldur gleyma vikulegu íþróttatímanum sem hafa gert okkur kleift að kynnast hvert öðru þvert á námsleiðir. Þessir þættir eru allt þeim frábærum einstaklingum að þakka sem hafa stundað hér nám í gegnum tíðina. Þó vissulega sé skemmtun hluti af háskólaupplifuninni, þá þarf víst að læra líka. Háskólinn hefur kennt okkur margt. Hér höfum við lært það sem stendur í bókunum og fræðigreinunum, mætt í fyrirlestra,
unni verkefni og tekið próf. En við höfum líka lært ótal margt annað. Til dæmis gagnrýna hugsun sem gerur okkur kleift að meta upplýsingar og taka sjálfstæðar ákvarðanir. Hópavinna er stór hluti af vinnunni, öllum til ómældrar ánægju. En mörg augu sjá meira en tvö og þar sem ólíkir huga mætast, þar geta kraftaverk átt sér stað, nú eða átök. Þessuna er svo mikilvægt að eiga gott tengslanett. Hóp af fólki með ólíkan bakgrunn sem að getur leita til, fengi ráð eða aðstoð. Ég mæli því með því að við reynum öll að halda sambandi við þá sem voru með okkur í HA. Ekki einungis til þess að hittast eftir nokkur ár og rifja upp góða minningar, heldur líka til að starfa saman. Eftir okkar háskólagöngu höfum við þekkingu í fartöskinu sem á eftir að nýtast okkur ókomna tíð og gera okkur að verðmætum samfélagsþegnum. Það er á ábyrgð okkar sem menntun hafa á ákveðnum sviðum að deila þekkingu okkar með öðrum. Það er á okkar ábyrgð að umræða meðal almennings sé upplýst. Ástæða þess að við fórum í nám var að öllum líkindum svo að við vildum starfa við eitthvað í framtíðinni sem við höfum áhuga á, en líka til að eiga von á góðum launum, þó það sé ekki alltaf raunin. Við viljum kynnast fólki, hafa áhrif á líf annara og hjálpa þeim sem þurfa á að halda. Við fáum þau skilaboð frá samfélaginu þessa dagana að menntun sé ekki metin til launa. Mörgum okkar er ætlað að starfa fyrir of lág laun, þrátt fyrir að bera mikla ábyrgð í starfi. Sem betur fer er það ekki raunin fyrir okkur öll sem útskrifumst hér í dag. Það er þó í höndum okkar allra að standa saman og berjast fyrir samfélagi sem er upplýst og þar sem menntun er metin. Í samfélagi sem hefur verndun náttúru, sjálfbæra nýtingu auðlinda og velferð að leiðarljósi. Við getum haft áhrif á þetta. Förum út og nýtum þekkingu okkar til að breyta heiminum til hins betra. Höfum áhrif á líf annara. Skiptum máli. Að lokum vil ég þakka starfsfólki skólans og samnefndum fyrir allar ánægjustundirnar á undanförnum árum. Takk fyrir. Það komið að afhendingu heiðursverðlauna frá góðvinum Háskólans á Akureyri og ég vil bjóða Hafdísi Ernu Ásbjarnardóttur, formann góðvina, að koma hingað upp og stýra því. Frú Vigdís Finnbogadóttir, ágæti rektor, forseta fræðarsviða, kandidatar og aðri góði gestir. Ég vil byrja á því fyrir hönd brautskrálanemenda og annarra velunarskólans að óska ykkur kandidatum hjartanlega til hamingju með áfangan. Ég stend hér fyrir hönd góðvina sem er félag brautskrálanemenda við Háskólann á Akureyri og annarra sem láta hag hans varða. Markmið félagsins er að stuðla áframhaldi tengslum við brautskrálanemenda við okkar góða skóla og styðja við starf skólans eftir fremsta megni. Meðal þeirra verkefna sem að góðvinir hafa verið að styrkja síðastliðið starfsár er margmiðlunarsetur við Háskólann, vísindaskóli unga fólksins, kaup á pípettum fyrir rannsóknastofur Háskólans og fleiri góð verkefni. Við brautskráningu hefur skapað svo hefð undanfarin ár að heiðra þá nemendur sem munu hafa gott og óeigingjarnt starf í þágu skólans. Að launum fá þau gullnælur sem Kristín Petra Guðmundsdóttir gullsmiður hannaði og smíðaði sérstaklega fyrir góðvini. Fyrirmynd nælunar er Íslandsklukkan sem stendur hér á háskólasvæðinu. Óskað var eftir tilnefningnum frá fræðasviðum Háskólans og vil ég biðja þá kandidata sem ég nefni hér að koma upp og taka á móti viðurkenningu góðvina. Af heilbrigðisvísindarsviði Snæbjörn Ómar Guðjónsson.
Af hug- og félagsvísindasviði Vordís Guðmundsdóttir. Að viðskipta- og raunvísindasviði Þórhildur Edda Eiríksdóttir. Ef við gefum eitt gott klapp til viðbótar. Nú fer háskólahátíð að ljúka, en ég ætla að biðja ykkur á þenni ákveða að rjúka að dáka örlítið við, þar sem ég hef gert mér það við tilefni að sið, að setja saman vísu eða sumir myndu kalla ljóð og má ég til með það biðja ykkur að hafa örlítið lengur hljóð. Kæru kandidatar, útskrift er runnin upp og flest ykkar fljúið burt úr hreiðri háskólans á Akureyri, þar sem ár ykkar sem nemendur verða ekki fleiri. Nú býður ykkar nýtt ferðalag og ævintýri þar sem þið sjálf sitið undir stýri. Kannski að ræða áframhald innan þessara 2 veggja eða þið þurfa að velja milli einhverja 2. Áður en ég geti ykkur sleppt, þá megið vita að þið hafið hreft og unnið hörðum höndum að ykkar góðu menntun sem oftast hefur verið hinn mesta skemmtun. Ef ráða má okkur heilráð sem hjálpa gæti að ná þeim árangri sem þið viljið hafa náð, takið það jákvæða og víkið öðru burt, allt annað er oftast nær bara rugl og þá gengur lífið aðeins meira smurt. Við göngum nú úr salnum frú Vigdís, sviðsforsetar, rektor og kandidatar fyrst. Strax að því loknu bjóða góðvinir háskólans og háskólan á Akureyri upp á hressingu hér frammi og munu starfsmenn skólans aðstoða gesti á réttastaði. En veitingar eru tilbúnar á efri hæð hér fyrir framann og til að byrja með. Móttaka hefst formlega með ávarpi rektors klukkan 1. Við hvetjum ykkur til að ganga skólan okkar og vekja athygli á því að á bókasafninu er málverkasýning eftir Hjördísi Frímann sem er opin öllum. Fyrir hönd háskólans á Akureyri óska ég kandidötum og fjölskyldum þeirra hjartanlega til hamingju með daginn og þar með segi ég brautskráningar athöfn Háskólans á Akureyri árið 2015 slitið.